heldur tvisvar því að í lögunum sé einnig miðað við lágmarkslaun þegar bætur eru ákvarðaðar til barna, skólafólks og heimavinnandi einstaklinga. Þetta þýðir einfaldlega það að bæturnar sem þessir einstaklingar fá fyrir varanlegorku eru mjög lágar. Ef við myndum reikna þennan einstakling varanlegorkan ekki út frá lágmarkslaunum, heldur út frá meðallaunum verkamanns, að þá myndi í raun að þessi frádráttur fara úr 40% niður í 20% cirka. Og þá myndi bæturnar hækka verulega til þessa einstaklings. Og þá erum við bara að tala um útreikning við meðallaun verkamanna, ekki meðallaun í landinu sinni. Við skulum setja þetta upp í dæmi sem mjög svipað tilvik í Nónasæs Ásgeirssonar. Barn slasast alvarlega og varanleg örorka þess metin 100%. Barnið fær 39 milljónir króna í heildarbætur. Af því eru 29 milljónir vegna varanlegrar örorku og sú upphæð meðal annars reiknuð út frá lágmarkslaunum. 15 milljónir dragast frá vegna framtíðarbóta frá Tryggingastofnun og því fær þetta barn 24 milljónir króna í sinn hlut. Ef miðað væri við meðallaun verkamanna líkt og Óðinn talar þá liti dæmið allt öðruvís út. Þá eru heildarbæturnar 72,5 milljónir króna, þar af 63 milljónir vegna varanlegrar örorku. Þessar 63 milljónir skerða síðan 15 milljónir vegna framtíðarbóta frá Tryggingastofnun. Þá eru eftir 57,5 milljónir króna sem barnið fengi sinn hlut. Mismunurinn á bótagreiðslum í þessum dæmum því 33,5 milljónir króna. En afleiðingar slyssins snúast ekki bara Nónasæ. Svandís Þula lést í slysinu og foreldrarnir töldu sig eiga rétt á dánarbótum í gegnum heimilistrygginguna. Það eins og inn í heimilistryggingunni hjá mér og öllu fólki að ég best veit, þar ákvæðið dánarbætur. En það undanskilið ef það vélknúið ökutæki sem valdur að slysi. Með þeim ökuma þá ábyrgðarþeginn og hinabílnum að borga. Eina sem ábyrgðarþeginn og hinabílnum að borga það útfararkostnaður. Mér finnst allavega að þetta vera, og fyrir utan það í mínu tilfelli þá reynda gilti ekki heimilistryggingin heldur vegna þess að hún ekki lögheimili hjá mér, þannig að það var ekki einu sinni það hefði dugað til, að börnin verði eiga lögheimili og svo að heimilistryggingin gildi. En mér finnst þetta bara lélegt auglýsingaskrum hjá tryggingafélögum að vera með þetta með þessum hætti. Þeir geta skreitt heimilistrygginguna með þessum dánarbótum, en í raun og veru eru þeir, sjálfsagt í einhver tilfellum að borga út, en það ábyggilega mjög sjaldan. Það væri þá miklu nær fyrir að kalla þetta útfararstyrk eða eitthvað álíka. Með miskabætur í svona tilfellum að þær sem sagt voru greiddar út núna í desember, sem sagt 5 árum eftir slysið. Það svo merkilegt með það í skaðabótalögunum að það sem sagt ákvæði það ef að þú verður valdur að svona alvarlegum slysum að þá getur orðið þurft að borga foreldrum eða sem tryggingafélag viðkomandi þurfa að borga foreldrum miskabætur. En þá snýst málið það hvort að slysið verður af völdum gáleysis eða stórkostlegs gáleysis. Það vannst mál í Hæstarétti í sumar, þar sem foreldrar unnu svoleiðis mál, þar sem málaferlin stýrist þetta atriði, hvort að viðkomandi hefði verið valdur af slysinu gáleysi eða stórkostlegu gáleysi. Ég held að enginn sem lendir í svona spái mikið í það hvort heldur það Og það náttúrulega hann með svona miskabætur út á svona tilfellum. Það koma inn í peningar í staðinn fyrir hlutina. Þeir náttúrulega þessum þetta svona meira viðurkenning á einhverju að þetta hafi verið eitthvað verið gert sem ekki átt að gera. Ef það einhvers staðar hægt að hafa tryggingar skýrar, þá lítur að vera hægt í barnaslysum. Það getur ekki verið flókið að hafa tryggingamál skýr í þeim efnum. En það ekki? Ekki í mínum huga. Og það afskaplega lítill stuðningur í sjálfum sér við fólk sem að missa allir börnin sín í slysum. Í mínum huga. Það þessar miskabætur ef þú getur sýnt fram á stórkostlegs gáleysi. Og það langar engum til að fara að sýna fram standi í einhverjum málaferlum. Þetta eitthvað sem fólk gerir. Stundum kannski einhver svona þörf fyrir það oft finnur fólk sér eitthvað til að ég sökti mér aðeins orð í tryggingamáli til dæmis. Það var bara svona mín aðferð til að hjálpa mér í gegnum ferlið. Og þannig að peningar ekki að skipta máli. Það ekki það sem að horfa. Þetta miklu meira bara þetta ekki vera borgandi tryggingar út allt og svo þegar það lendir í einhverju þá
eins og það skiptir engu máli þá að borga tryggingaframhald. Það bara, þá allt inni sko þetta svona, ef þetta svona, þá þetta svona, ef þetta hinsegin, þá þetta hinsegin. Það engin leið að, engin farið yfir tryggingamáli sín og spurt sko, hvað ef ég lendi í svona slysi, hvað skeður? Þá ef það skeður svona, þá það þetta, ef það skeður hinsegin, þá það hitt. Þetta verður einhvern veginn allt svo, og það nennir enginn að því. Þér fannst líka bréf og önnur samskipti við tryggingafélagið urðu kannski svona svolítið ópersónuleg og nöturlega þegar ekki. Getur útskýrt það fyrir okkur? Jú, það sem sagt, þegar fengum nú þessar miskabætur hérna núna í byrjun desember, þá sem sagt fáum við sem sagt kvittun frá tryggingafélaginu. Það sem segir eitthvað svona efnislega, ég man nú ekki orðalagi nákvæmlega, en hérna að þetta sé sett loka uppgjör út af tryggingauppgjörið stílað á dótturfélaginu. Og það sem sett orðað þannig að hún hafi þetta sé loka uppgjör fyrir hérna vegna meiðsla sem hún var fyrir í umferðarslysi. Mér finnst nú svona, þetta var nú greinilega bara eitthvað skjal sem er einlega slegið afskaplega ópersónulegt og mér var nú svona hugsað til þess að sem tryggingafélög hafa nú auglýst tryggingar snúist fólk og mér fannst þetta nú svona ekki alveg vera það snúist ekki alveg allar ekki tilfinningafólk sko, það er ekki sérstaklega það að fá svona bréf það er ekki það væri nú svona hægt að hafa allavega annað skjal sem þeir að vera að borga út fólki sem hefur búin að missa einhvern það lítur að vera, getur ekki verið flókið fyrir tryggingafélögin að hafa sér skjalið í trúinni sko, það verður ekki, og hvað sem var náttúrulega að skrifa hana sem tjónþola er náttúrulega afskaplega sérkennilegt, það er ekki hún sem var að fá 1-1 sko, það er ekki, þetta eru miskabætur sem verða að greiða aðstandum en ekki þeim sem dáinu sko. Þannig manni fannst þetta svona afskaplega svona náttúrulegt bréf líka með að segja bara. En þér finnst þess að þetta kerfi allt of flókið, hvaða lærdóm hefur þú dregið að því að ganga í gegnum þetta allt? Fyrst og fremst að einfalda þetta kerfi. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, að fólk geti farið ef það lendir í einhverjum og ég hef oft hugsað þetta kerfi líka út frá því sko, ég hef ekkert, og ég sem ekki neinu vandræðum að fólk geti farið á einhvern einn staðleikum helst eða það verið hægt, það var einfaldast að þar sem þú ferð bara þrep úr þrepi eftir hvað kom fyrir þig og hvernig þú ert og hvað þú þarft. Það sem hjálpaði manni mest var söfnunarfélag frá almenningi. Það er mjög erfitt að taka við svolítið penningum. Og þannig að það er sem sagt en í leið hjálpaði það sem hjálpaði manni mest og ég er mjög þakkláttur fyrir þetta sjálfum sér. En stundum hefur maður sagt svona kannski, er það kannski bara einfaldast að hafa kerfið bara þannig að við bara sleppum því að borga allar tryggingarnar og bara söfnum handa hvert öðru þegar eitthvað kemur fyrir. Það verður kannski bara einfaldast en ég svo kannski það kemur alltaf ósakjandlega út því það verður slys á mismunandi tímum og fólk hefur ekki að mismikið athygli þannig að það var ekki, ég er ekki að mæla með því að fólk hætti þessu sko en mér finnst það að það vantar að menn setjist yfir þá taki öll þessi kerfi, almannatryggingakerfi, lífeyrissjóðakerfi, tryggingafélögin, sjúkdóm og líftryggingar, sjúkrasjóðina, stéttarfélögunum og búið til þannig kerfi að þetta haldi utan fólk sem lendir í slysum. Yfirmenn VÍS vildu ekki koma í viðtal vegna þessa, þar sem þeir tjá sig ekki einstök mál. Þess má svo geta að Ásgeir Jónsson hefur höfðað mál fyrir hönd Nóna Sæs gegn Tryggingastofnun ríkisins, þar sem þeir feðgar fá ekki hjálpartæki fyrir Nóna inn á heimili Ásgeirs, né fær Ásgeir greiddar umönnunarbætur sem foreldrar eiga rétt á. Ástæðan er svo að Nóni er með lögheimili hjá móður sinni og er það mat Tryggingastofnunar að það breyti engu þótt foreldrarnir fara sameiginlega með forsjá hans. En við höldum hér áfram eftir augnablik.